Hvað segirðu, Birta? Ég segi fínt, loksins ég komin aftur. Velkomin aftur, því að ég var sárt saknað hérna. Ég komin aftur út í samfélagið, það má segja það. Hvernig var að vera í viku í sóttkví? Herðu, já, eiginlega viku, eiginlega ekki samt. Nei. Það voru henni bara 5 dagar. En ég var sérst í sóttkví, eins og þjóðin veit að þá er COVID í gangi aftur. Eða þú veist, það hætti aldrei, bara seinni bylgja. Og ég var sett í sóttkví vegna þess að ég fór til tannlæknis, veist, bara eins og maður að reyna að gera sitt besta í að sjá tennurnar, hárið, húðina, allt þetta. Þannig að maður fer og gera sitt besta í þetta árlega check-up. Reyndar þetta annars skipta þessu árum, whatever. Og ég fór til tannlæknis og bara allt gekk vel. Og svo fekk ég símtal, ég fór föstudegi, svo fekk ég símtal á sunnudegi, held ég. Já. Það sem tannlæknirinn minn sjálfur hringir í mig og segir, ég er ekki með góða fréttir. Og ég var að hugsa kvíðin, sko. Já, ég var að hugsa, hún segir bara fyrst þetta í símann og ég hugsa, oh my god, var hún eitthvað að skoða yfir myndirnar og tók eftir að eitthvað skemmdi eitthvað. Já, bara að hringja sunnudegi. Já, sunnudegi. Tannlæknir hringir á sunnudegi, bara ég er ekki með góða fréttir. Ég hugsaði bara, fyrst sem kom í hausinn á mér var bara, ég er frá að missa allar tennurnar. Oh my god. Ég veit ekki hvað annað, þannig ég og hún sagði mér að aðstofakona sín hafi verið greind með COVID. Ég hitti þá konu ekki meiri mínútu. Nei. Og hún sagði, ég veit ekki hvernig að vera tekið á sig, hvort að þessir gestir sem komu á þessum dögum verða sett í sóttkví eða ekki. Okay. Þannig að á mánudeginum var ég eiginlega bara heima. Það bíða eftir hvort ég myndi fá eitthvað svar. Og sunnudeginum, basically. Já, og sunnudeginum. Þú varst bara allan sunnudegin að bíða. Já. Eftir svari. Ég var bara heima og bíða eftir svari. Fekk ekki neitt, svo á mánudeginum var ég, þú veist, eiginlega bara heima og bíða eftir svari. Fekk síðan svar á þriðjudeginum. Ég væri komin í sóttkví fram á föstudag. Allt og seint, maður. Þannig það fór vika í þetta. Já, þetta var hræðileg vika fyrir mig. Bara engin birta. Mjög skrítið. Það voru eitthvað stór plön framöndan og það var mikið sem var að fara að gerast, en svona er þetta, ég meina, þú veist. Bara getur ekki bara við alla. En guð minn góður, hvað við megum vera þakklátt fyrir frelsu okkar. Já, einmitt. Þú veist, maður hugsa bara svona, sóttkví heima, það getur alveg verið næs. En svo, verður þetta rosa þreytt. Ég veist ekkert gaman, ég hef farið í sóttkví og mér finnst það bara alveg hræðilegt, sko. Já, þetta er annars skipti með sóttkví. Og það ég náttúrulega þurfti að fara sóttkví því ég kom heim frá Boston á sínum tíma. Þannig að það voru 2 vikur, eða ekki? Jú. Núna er þetta aðeins öðru í sig. Já, en þegar ég var í sóttkví þá voru til dæmis allir í sóttkví. Já, einmitt, þú varst ekki að missa neinu. Ég var ekki að missa neinu. Núna fannst mér að aðeins munu, sko, núna var ég smá að missa af. En ég er komin aftur. Ég er líka fullkomlega heilbrigð, sko, ég er ekki með votta einustu einkennum, þannig ég veit alveg að ég er alveg góð, fór til þess að test. Þakklátt þar fyrir það. Já, þannig að það er allt gútt að frétta hér, sko. Já. En þá loksins bara gott að vera komin aftur, fá sér tebolla. Já, smá hausttebolla hérna. Já, hvað varst að hella upp á? Ég var að hella upp á lemon og ginger te. Hvað finnst þér? Finnst það gott? Já. Hvað finnst þér? Þetta er bara svona smá fest, minnir mig á svona magnesium te. Já, ok, ég hef ekki pröfað það. Þetta er alveg svo þannig á bragðið. Já, ok. En bara mjög fínt og svona gott. Mér finnst lyktin sérstaklega gott. Já. Það er svona, Það er svona brjósikur, sítrónum brjósikur slikt. Sítrónum brjósikur? Ég finn bara svona sítrónulegt. Já. Hún er góð, sko. Ok, við getum talað um svo lykt. En til þess að keyra mig í gangi í gær. Bara svona, ég er að fara aftur út í samfélagi eitthvað svona, það tók ég bara kvöld, þú veist, árin fór að sofa í gær. Bara fór í sturtu og og svo bara svona, því ég var alveg að fara úr sturtunni og náttúrulega alveg með hreina húð og allt það, þá setti ég á mig ólífuskrópinn frá Laugaspa í andlitið og það var bara eins og ég væri bara svona, mér fannst eins og bara svona innipúka gerlarnir, því að bara inni skilur, svona innipúka gerlarnir bara hverfu af mér. Þú veist bara svona, bara skrúbba á þeirra sóttkvíð. Já, mér leið þannig bara sem ég væri að skrúbba af mér sóttkvíð, bara eitthvað, nú ný vika. Bara fesk inn í vinnuviku og samfélagið aftur. Bákvað þægilegt. Ég trú því. Náttúrulega Laugaspaði styrktar alveg nokkar, þannig að gaman segja fríð að náttúrulega Ólafísgrúppin er frá þeim. Já, hann er æðislegur. Þetta er svona andlitsgrúppur. Já, sem maður notar svona 1 sinni til 3 viku. Já, þegar þú ert að gera svona ekstra við þig. Og þannig að fæst inn á organicskincare.is. Já, sem er ógeðslega flott heimasíða.
það eru bara allar spávörurnar sem við elskum. Yes, en í dag ég alveg spennt fyrir þessu topiki. Þetta skemmtilegt topic. Ekki? Jú, mér finnst það. Ég nefnilega því að við höfum það sameiginlegt við báðar að við höfum mikinn áhuga á svona alls konar mysteríum. Ekki, þú veist, svo morðum og mysteríum og bara alls konar svona samsæriskenningum og allt það. Nákvæmlega. Þannig að þú veist, þetta er svona pínu tengt því sem okkur finnst rosalega gaman af. Og gaman að svona lesa þetta og svona sjokkera sjálf á sig, basically. Já, mér finnst skemmtilegast að rannsaka þannig sem að svona, einmitt, það kemur mann eitthvað óvart. Já. Eins og þegar við gerðum fyrir þau pör sem hafa verið einu sinni saman, eða hverju deytu einu sinni, þá gaman þegar maður lasa eitthvað og var eitthvað, Einmitt bara, hvað? Bara akkur vissi ég ekki þessi. Já, en ég get alveg sagt það að ef ég hefði ekki farið í markaðsfræði, mér er markaðsfræði ógeðslega skemmtileg, ef mér hefði bara ekki fundist hún kannski skemmtileg og þurfti að velja mér eitthvað annað, þá var afbrotafræðingur númer 2, það var bara alltaf. Afbrotafræði er ógeðslega skemmtileg. Ógeðslega skemmtileg. Við tókum það náttúrulega einu sinni í MS og við vorum bara, við ætlum í afbrotafræði. Já, við ætlum í háskólan í afbrotafræði. Já. Svo bara, þú veist, auðvitað bara breytist áhagamálin, það breytist samt ekki, ég var bara aðeins meira spennt fyrir hinu á þeim tíma. Nákvæmlega. Þannig að maður fór út í þá braut. Já. Tók bara önnur skrifin, þetta samt liggur alltaf í áhuganum. Já, og þá er svo gaman að næra það með, þú veist, skemmtilegum podcastum sem snúast þetta eða, þú veist, lesa greinar eða horfa heimildamindir. Nákvæmlega. Þetta er bara orðið meira svona áhugamál heldur en atvinna. Nákvæmlega. En heldur að sé ekki erfitt að vinna sem, þú veist, afbrotafræðingur. Örugglega. Þetta er eitthvað ógeðslega áhugavert. Já. En heldur að sé ekki ég heldur var alveg bara smá svona þú tekur þetta aldrei vinna með þér heim eins og maður gerir, en þessi svona, þetta svona liggur örugglega á þér. Já. Svona á bara. Það testar örugglega alls konar svona strauma og frumur í líkamannum sem þú vilt ekki endilega séu testaðir. Einmitt. Þá er ég að meina skilur, þú veist þetta, þú ert eftir að sjá hluti sem þið langaði aldrei að sjá. Já, og heyra hluti. Og heyra, já. Bara svona eins og svona afbrota sálfræðingar. Eins og, hvað heitast þættirinn sem voru Netflix geðskoðu þættir sem er að byggja á þessum öllum frægu raðmorðingum. Manstu eftir þeim? Nei. Vá, hvað er stólunar? Jú, eitthvað Mindhunter, já. Er það Mindhunter? Mindhunters, okay. Já. Og þeir voru svona fyrstu til að fatta hverju raðmorðingar væri og eitthvað. Það er sem magnað bara. Og þeir eru líka náttúrulega bara, þú veist, alltaf lappa út bara því að þeir mega ekki að heyra þetta, skilur. Já, einmitt. Það er rosalegt. Það er rosalegt. Ég er ekki alveg 100% á því hvað afbrotafræðingur per se gerir. Þessi, ég gerir mig grein fyrir afbrotafræðingur gerir, en ég er ekki viss hvað afbrotafræðingur gerir. Þannig að er einhver að hlusta að horfa sem er afbrotafræðingur, please senda okkur línu því að ég er sjúklega áhersum að vita bara starfið þitt. Nákvæmlega. Og en sem sagt, varum ekki búin að segja. Þannig að málefni dagsins er hvað, Sunniva? Við ætlum að fara yfir hvað stjörnur hafa sittið inni eða verið þá handteknar. Já. Hafa setið inni og það eru þó nokkrar. Já. Og listinn að sjálfsögja eins og í flestum öllum tilvikum er ekki tæmandi. Við náttúrulega bara tökum það sem okkur finnst áhugavert og langar að ræða. En það eru mjög margar. Rosalega. Og það eru margar sem ég skipaði því að ég þekkti ekki nafnið. Já, sama hér. Það er potið eitthvað núti sem að þekki nafnið og er kannski áhugasamur þá mannesku þá bara, sorry. En við erum samt að taka skemmtilega mannsku fyrir sem svona, kannski flestir ætti að vita hverju væru. Já, það ekki? Þú veist, svona, meira svona the general að allir geta tekið þátt í umræðinni. Já. Vilt þú byrja á því að segja mér hvað þú ert með fyrsta? Herri, byrjum bara á fyrsta aðalunum Justin Bieber. Herri, ég með hann líka. Hann mun allir eftir því. Hann átti að verið drunk driving. Já. Og ekki með gilt augskirtinni og var stoppað fyrir að reisa í Miami og var svo sett þá bara tekin inn fyrir DUI driving under influence driving under the influence hvað er þá íslensku? bara keyra undir áhrifum ég held að þú veist driving under the influence það getur verið líka áhrif eiturlyfja þú veist þannig að það er ekki endilega Þannig ég held að segja sama heitir svo í Íslandi þegar þú segir, þú veist, keyra undir áhrifum. Það var ekkert endilega að tekið fram hvort þessi vímuefni eða áfengis. Já, nákvæmlega. En já, hann sagðist þá að vera saklaus og sagðist vera fórnarlamb hjá fame chasing lögreglum
Nú, Já, ok. í þessari grein sem að ég las. Já. En hann var samt ekki nema bara 24 tíma hann inni. Og Greið kallinn. sagði að það væri meira nóg tími til þess að hugsa sinn gang. Já, Þannig að ég get ímyndað mér að það sé mjög erfitt að sitja hann inni í 24 tíma en já. en fólk hefur sittur lengur. Já, Hún lifað af. miklu lengur. Hann er með Instagramaði síðan mugshotmyndina Já, sína. þetta var eitthvað mjög fræg Já, mugshotmynd. og þessi hann var líka bara svona Brosandi. bara brosandi. Og hann hashtaggaði jail is not a cool place to be. Það reyna að vera Já. forvörð. Hashtaggaði síðan not fun. Og svo hashtag never again. En ég veit að, já, það er gott. Það er alltaf aldrei Já, aftur. það er mjög gott og ég vona að þetta var bara svona wake up call fyrir hann þá. Já. En svo var líka eitthvað með, þegar hann sleppti við fangelstíma eftir að hafa eggjað húsi á nágrannum sínum. Var hann að ekki að húsi Já. í nágrunum sínum? Manstu eftir þessu? Nei. Það er langt síðan að hann skemmti alveg eignin upp á bara mörg $1,000. Ha? Já, samkvæmt fréttinni en svo kom að ljósa að það voru bara nokkur $100. Já. En það var bara vídeo af honum bara að vera að eggja húsi á pannunum og en hann borgaði bara eitthvað eggs upphæð og sagðist alltaf í anger management. Ok. Já. Hashtag anger management. Ok, þá allavega hann sleppi fangilsi þar. Já, Kannski hann verið lengur en 24 tíma, hver veit. nákvæmlega. Fyrsta mannskjan sem að ég skrifaði niður er Amanda Bynes. Manstu Já, henni? oh my god, she's the man. Leikur hún í She's the Man, Já. What a Girl Wants, leiki Hairspray, hún var eitthvað í ECA líka. Já, var hann það? Já, Já, eitthvað ok. aðeins Hún var alltaf ógislega fræg svona þegar við vorum ungar. yngri. Já. Ég man ógislega vel eftir, en Og- mér fannst hún svo sæt. Er það grínast? Þetta var sko sætasta Já. stelpan. Mér finnst það. Og það er eitthvað við hana og leikurinn sem leikur í Mamma Mia, unga stelpan. Já. Minnst það er eitthvað Amanda svo Seinfeld, Heitir hún það? held það. Já, getur verið. Ég veit ekki, kannski heita það bara báður Já. Amanda. Minnst það eitthvað svona, þú veist, ég man bara hvað mér fannst Amanda Bynes alltaf gæsætt. Já, Svo fannst mér þessi stelpuleikur Mamma Mia Já. líka gæsætt. og hún leikur náttúrulega líka í Mean Girls. Já. Já, Amanda Seinfeld. Ég veit ekki hvernig maður segir það, Seyfried eða eitthvað. Já, whatever. En já, En já, Sammála. minnum við alltaf einhvern veginn á en Amanda Bynes er samt ekkert búin að hún er ekkert búin að vera mikið í sviðsljósunni núna. nei, Hún ávist eitthvað smá erfitt. já, Veit ekki alveg út af hverju það er, en hefur svolítið haldið sér í burtu og verið talin að hún sé, þú veist, hefur bara dotti, þú veist, alveglega fíkn á einhverju. það var ræðilegt. Já, en hún sat inn í fangilsi í 1 dag fyrir að keyra undir áhrifum. DUI. Ég nefnilega held að það sé, með það sem ég var að lesa og rannsaka, ég veit náttúrulega ekki hvað heimildir þú varst með, því við reynum að, þú Gera ekki það sama. en tökum við náttúrulega fram ef við erum með það sama. En þetta var algengasta. DUI? Já, 100%. Það var bara langflesti sem ég fann já, voru með DUI. driving under influence. Já, Sko- drunk under influence. I'm always drunk under the influence. Guilty. Já, nei, sem samt kemur svo ógeðslega mikið óvart að því að þetta fólk sem við erum að telja upp þetta er allt mjög vel efnað fólk sko. Á Akkur alveg er ekki með efni bara á drivers, Já, einmitt. þau er alveg efni á dræfur. Já. En yfirleitt eru þetta líka svona bara eitthvað þau djaminni og bara svona reyna að komast í burtu. Já, vissulega en þú veist, dræfurinn getur alltaf gert því í burtu. Kannski bara, ég veit það ekki. En þetta er líka örugglega bara eitthvað svona sýningarstælar, Já, en kannski líka bara kærleysi. kæruleysi, svo eigu þau geggja bíla þeim langar að vera að keyra Já, á vil þeim. ekki skilja eftir ekki staðar. Veist, þetta er bara svo heimskulega mistök til þess að gera þegar þú ert með dræfur. Bara, þetta getur, já, ég veit það ekki. Það er alltaf En- svakalegt. Mjög algengt, það núti. Mjög algengt. Eins leðilegt að það er. Já. Næstu listu hjá þér. Já, herði. Black China. Já, herðu, ég skrifaði hann ekki niður en Sástu það? ég skrifaði hann ekki niður, nei. Já, ég las það samt ekki. Nei, þetta var bara eitthvað lítið. En hún var samt handtekinn fyrir að vera undir áhrifum almanna færi árið 2016. Já, Sem er alveg mjög algengt líka. já, Ég sá það mikið að þannig já. keisum, sko. En þið fundið sérst eiturlegu í veskin hennar og hún var bara að verbally abusa. Hvað segir Já, maður? bara svona andlegt ofbeldi. Já, er það basically á ekki? þjón sem neyta þjóninu meira áfengi. Þannig að þú veist, það var ástæðan okkur hún var handtekinn. En hún fólkist samt ekkert í fangaklefa. Nei, ok, hún var bara handikinn. Já. En fór eitthvað aðeins inn í svona gæsluvarðhald eða eitthvað. Já, Já, bara fyndið bara hvað er mikið af þessu. Bara já,
stjörnum við eitthvað stjörnustæla og full skilur já, einmitt og fullar og allt það einmitt. Ég svo með eina aðra þetta líka eitthvað sem algengt í Hollywood en ég með Teresa Guidance, veistu hvað það Nei. Ég veit ekki hvað sem bera fram eftirnafnið hennar rétt einmitt. Það skrifa G-I-U-D-I-C-E whatever, skiptir ekki máli ég ætla að segja Teresa Guidance, það getur vitlaust en ég veit þú veist ekki hver hún það eru margir sem vita hver hún af því að hún eina húsmæðurunum í Real Housewives of New Jersey og þú veist, ég og þú erum stóra aðdæmendur af Real Housewives of Beverly Hills en þeir eru ekkert síðri þessi þættir, við eigum bara eftir að byrja það er bara næst en þannig að þetta óslega áhugavert að því að við getum ímyndað okkur ef einn af okkar konum nákvæmlega skilur þetta var alveg geggja stórt mál já. Hún og eiginmaðurinnar þau sátu bæði undir ásökum og þau voru sérst ásökum það að hafa svikið undan skatti og falsa eitthvað pappíra árið 2013 þau voru kærð fyrir þetta árið 2013 já. Þá sögðust þau bara vera saklaust nei, við erum saklaust seinna sama ár 2013 þá fór eiginmaðurinn hennar Joe hann sérst Joe eiginmaðurinn hennar hann fór fyrir dómi og og hann fór fyrir dómi fyrir þær ákærur sem hann var talin hafa einn staðu undir þannig að þau eru bæði ásökum svikjandi skatt og falsa pappíra en það var eitthvað með hann sem hann var bara sérstaklega bara þú og en svo árið 2014 þá ákveði að taka svo kallað svona plea deal sem bara svona eins og við ræddum í hvað þætti vorum að ræða þetta aftur í með kynlífsmyndböndum þau tóku þá voru þau alltaf bara svona settla plea deal bara svona svipað settla nema þú tekur bara svona þú svona játur upp á x kannski ásakanir til þess að fá aðeins lægri dóm einmitt og það sem þau gera og hann var dæmdur í fangilsi í 41 mánuð sem er svona cirka 3 ár og 3,5 ár og hún var dæmd í 15 mánuða fangilsi og þau þurftu að greiða 57 milljónir íslenska króna í endurgreiðslu Jesus en heyrðu, þú getur ímyndar hún þarna, ein af The Housewives hún þarna á maðurinn hennar dæmd í hann 3,5 ár og hún 15 mánuða fangilsi þetta sko huge mál í New Jersey og bara fyrir alla þá aðdöndur sem voru að horfa á þetta en að því þau eiga börn saman eiga dætur saman þá var þess að stílinn þannig að þau máttu ráða hvor í rauninni tók þetta út fyrst hvor átt að byrja skilur að því að þau þurftu einhver að vera heima með börnin þannig að Teresa og Joe máttu ráða í rauninni hvor fór fyrst í fangilsi svo annar að geta verið heima með börnunum þeirra einmitt. Hún ekki að fara undan eða? Hún byrjaði fyrst janúar 2015 og hún satt inni í 11 mánuði þannig að hún fekk að fara eitthvað hans fyrr út fór inn í mars 2016 hún sérst kemur út hún fór inn í janúar 2015 þannig að hún kemur út 2016 í janúar, februar hann fór svo bara strax inn mars 2016 og satt inn í 41 mánuð svo loksins var hann búin að því og það var nákvæmlega eins og dómurinn hans já, hann bara satt inn allan sinn tíma og loksins þegar hann var búin að því þá var hann handtekinn hjá ICE sem hvað stendur ICE aftur fyrir? Það er immigration ég maður ekki immigration ég man það ekki alveg ég reyna ICE þetta stendur fyrir þetta er góð spurning ég er búin að gleyma því Immigration and Customs Enforcement já, þetta er eitthvað svona með þú veist, en hann nefnilega ítalskur og hann eftir hún laus þá var svona handtekinn í ICE satt þar inn í smá tíma og endaði svo á því að vera deported eða bara sendur aftur heim til Ítalíu það er rosalegt í dag er víst samt ágæti vinir og hann er bara living his best life í Ítalíu það er nú gott en ég held að þetta sé fyrir utan, þú veist, keirundir áhrifum að þetta sé líka ekki eins algengt en rosalega algengt í Hollywood með skattamálin og þetta er yfirleitt hjá stjörnum sem ekki sko Beyoncé frægar en eins og gæinn hann sem var í þetta er alltaf í New Jersey því að mannstu gæinn New Jersey svar Mike, hann satt inni fyrir skattsvik
Það líka eitthvað svona öðruvísi skattamál í New Jersey, eða ekki? Það hlýtur að vera. Ég held það, sko. Það hlýtur að vera mjög flókin þar. Já, ég veit ekki. En þetta var einmitt, eins og ég segi, þetta var stórt mál fyrir þá sem eru Real Housewives of New Jersey fans. Já, pældi ég bara eina okkar í Beverly Hills myndi bara ef Lisa Vanderpump og Ken væri bara... Já, þú veist, þetta væri bara sjokk, sko. Þetta var, já. Ég myndi ekki tala annað. Ég get ímyndað mér, já. Einmitt. Ég get líka bara, þú veist, hvernig þátturinn er til að sjá, þú veist, hvernig serían er sem þetta er að gerast í. Áhvert. Við erum eftir að byrja þessum þáttum, það er nokkuð augljóst. Allan daginn. Hver er næsta lista hjá þér? Herðu, ég ætla að taka Mark Wahlberg. Hann er þess að hann hefur verið vandræða gemsi síðan hann var lítill. Já, hann satt inni fyrir miklu alvarlega en bara... Já. Ok. Já, það er mjög alvarlegt að keyra undir áhrifum, ég er ekki að segja það. Já, en þetta var... meira brútal. Þetta meira svona gróft, eða þannig. Ég veit ekki hvernig var... Já. Ok, hann sem sagt byrjaði bara að var alltaf að stela bjór þegar hann var yngri. En þegar var hann 16 ára, þá var hann ákærður fyrir attempted murder. Eða bara, þú veist, hvað segir maður í íslensku? Maður segir hvað segir maður eftir? Maður segir maður ekki svona tilraun til manndráps. Tilraun til manndráps. Já, en hann var dæmdur fyrir líkamsárás. Ok. Hann sem sagt réðist á 2 menn og rotaði einn með risastóru priki og kýldi hinn. Já, hann fannst það bara sniðugt. Já, nei, þetta var eftir eitthvað svona partí og þannig. Já. Og já, hann átti að fá 2 ár en hann endaði að sitja inn í 45 daga. Ha? Já. Fekk 2 ár og satt inn í 45 daga? Já. Hvað var hann gamall þarna, veistu? Þetta var 16, hann var 16 ára þegar þetta gerðist. Er ég að bulla það? Er það bull í mér? Ég veit ekki hvers ég að bulla. Þú mátt ekki að bulla. Já, en þetta alveg, já, sorry. Það fór ykkur að kosu. En hann samt, já, þetta fór ykkur en hann hefur verið mikið að afsaka hegðun sína. Ég held að þetta var samt þá, sko. Já. En ég var alltaf ungur. Já. Þess vegna, þú veist. Það er að sagða hann svo stutt inni. Já, ég held það sem málið. Fór ykkur svona úlingafangilsi. Já, en hann hefur afsakað hegðun sína og reyna, ekki reyna að grafa þetta mál, heldur meira svona að tala um það til þess að geta segja að búið til svona forvörn. Já, þú getur orðið betri maður, skilur. Einmitt. Og hann hefur hitt mennina og byggðist á bara einlegar afsökunar bara sem fullorðin. Já. Þannig að hann er bara hræðilegt, bara lendi ykkur svona, þú veist, þú verður alveg bara scared for life, öruglega. Hann var svona eins og myndum kalla góður íslensku vandræðarúlingur. Já. Nei, en þetta er alltaf svaglegt og hann satt bara inn í 45 daga, hann slapp vel í rauninni. Já. Og og gott þegar fólk getur notað svona áföll og tráma til þess að nota sem forvörd, skilur, því að enginn getur kannski lýst þessu betur en þú sjálfur ef að þú varst á þessum stað. Nákvæmlega. En samt svaglegt með hvernig maður hugsar í dag, þetta er stórleikari. Einmitt, þetta er bara að rísa. Og þú veist, að þetta hafi verið tilraun til manndráp, skilur. Einmitt. Er svaglegt. Hann bara missi greinlega bara stjórn á sér. Já. En hann er örugglega hættur að drekka í kjölfarið og allt það, sko. Alveg pottet. Hann er allan eitthvað svo rosa tokka í dag, vakna alltaf eitthvað bara 4 fyrir ræktina og eitthvað svona sem er bara ákveðin bara búin að taka bara já, það er alltaf smá, já en hann alltaf, já, bara tók bara upp ég skilur lífinu sínu og en við ætlum ekki grafa þetta mál, mér finnst það mjög flott hjá hann já, ég samla því það getur orðið gott úr þér þrátt fyrir að þú áttir svona downfall einmitt, að því að pældu þú reyndir að grafa þetta niður þá er alltaf að nota þetta gegn þér það er alltaf að fara að koma upp já. Og bara taka það niður sko. Já, þá er fólk frekar að fara að skjóta þessu að heldur að segja, ok, shit, ég gerði þetta my bad, skilur þetta var umrætt af mér og nota það sem forvörn þegar þá er ekki hægt að einhvern veginn kúaði með þetta já, nákvæmlega það er svaklegt, ég er með tónlistakonuna Lil Kim já, veistu hvað það er? Er hún ekki rappari? Jú, tónlistakonun rappari en Lil Kim, hún var til dæmis í læginu Lady Marmalade já, Lady Marmalade Marmalade sem var úr Moulin Rouge já manstu ekki? Ég veit ekki Jú, oh my god, ég var einmitt að horfa á Real Housewives um daginn og þá var Lisa Rinna að segja, já, eina franskan sem ég kann er parturinn úr læginu sem er sem sagt Voulez-vous coucher à me quoi ce soir ég segi þetta vitlaust, ekki don't come at me, sko en þú veist þessi setning, veistu hvað það þýðir?
var þetta ekki eitthvað, viltu koma heim með mér eða eitthvað þannig? Viltu sofa hjá mér í kvöld? Sofa hjá mér í kvöld, já, alveg rétt. Já, bara eitthvað, vá. Ég man eftir þessu Friends, maður ekki eftir þessu Friends. Nei? Hann segir þetta eitthvað, Phoebe segir þetta, hún deyta hann franska gæjan. Já. Og það einu sem hann gat sagt, og hún gaf, you just asked me to. Oh my god, nei, ég fatt það ekki. Nei, vá. Hún bara, Ég tengdi þetta bara við... Það var Rachel eitthvað, ég man ekki hver það var ykkur sem sagði þetta. Vá. Ég tengdi það bara við Real Housewives. Já, þá komst ég að því fyrst skipti hvað þetta þýddi. Ég var að syngja þetta, ég var bara geðið lítil. Já, ég segi það, maður var að syngja þetta bara eitthvað Ule, wuku, segja mig hvað, sesua. Þá var maður bara eitthvað, viltu svo hjá mér? Þess að vita neitt. Og ég er svo glöð að þú söngst þetta, sko, ég var að bíða því. En nei. En sem sagt, hún var í því lagi, hún Lil Kim. Já. Hún sett inn í 1 ár, árið 2015, fyrir að ljúga að alríkisdómnefnd til þess að venda vini sína. Bara ljúga að jury og þannig, já. Ég held að alríkisdómnefnd sé jury á íslensku, gæti verið vitlaust. Já, ég náttúrulega kann ekki íslensku. Ekki heldur, og ég kann sérstaklega ekki svona tæknilega íslensku þegar kemur að svona, að ég veit að maður lesa alltaf svona greinar á ensku. Já, og ég veit að ég á alveg vinkonu sem að læra lögfræði og veit alveg hún eftir að senda mér skilabóð að við sögum eitthvað vitlaust. Já, sleppti því. Já, sleppti því, haldið bara sjálf þig. Við erum bara að tala við þig og þú veist nákvæmlega hverju verðt. En já, segjum, alríkisdómnefnd, the jury, segjum það. Hún laug að þeim til þess að venda vini sína, að því að vinirna hefur tekið þátt í skotbarda árið 2001 fyrir utan einhver útarstöð. Hún bara þetta tekið alveg 14 árum setna. Já, meinas. Skilur, hún situr allan inni í 1 ár 2015 fyrir að ljúga. Fyrir að ljúga árið 2000 Atviki gerist 2001, ég veit ekki hvenær dómsmálin var í gangi. Já, og svo fór hún í fangilsi 1 ár árið 2015. Kannski þá ykkur sem að játaði eða komst síðan, já. Oh my god. Þannig að þetta verið lengi þetta mál. En hún satt inn í, mist 1 ár alveg. Það er mikið. Það er alveg mikið fyrir svona stjörnur, sko. Þannig að það er ekki neitt fyrir sumt annað. Þetta er alveg brútal að ljúga jury, þú bara mátt alls ekki. Þú ert bara, you're putting your hand on the Bible, sko, eitthvað þannig dæmi, sko. I swear to say nothing but the truth, eitthvað. Já, einmitt. En já, hún satt inni í 1 ár. Úff. Já, svo er ég með annan tónlistamann hérna. Hvað? En það er Beatlinn, Paul McCartney. Já, Já, ég sá eitthvað þetta. Það? Já. Hann satt inni í ekki meira en ég meina, en 10 daga. Oh my god. Árið 1980 fyrir að vera með garas á sér. Var þetta ekki eitthvað erlendis? Jú, pottet, sko. Já, mér finnir að þetta hafa verið í einhverju öðru landi og og þeir bara, við ekki reykja gras okkar. Nei, og svo kom ríkið, Bandaríkin og náðan mút þaðan. Já. Svo hann ekki sittir lengi. Vá. Að þetta er náttúrulega bara, já, kannski ekki ólulegt. Hann er náttúrulega, já, það er náttúrulega ekki, en bjóð hann þarna á þeim tíma? Það er náttúrulega spurningin, sko. Úti, hann getur verið, ég veit það. Úti í Bandaríkjunum, hann er náttúrulega breskur. Já, og meinas. Já. Ok, kannski var það bresku sem komi. Já. Ég man það ekki. Allan þau eru reynt að bjarga bílunum sínum. Já. Honum Paul McCartney. En hann allan satt inni í 10 daga og ég var að mynda þegar ég var að pæla í þessu. Þetta er náttúrulega stór tónlistamæður. Mjög stór. Og þetta hlýtur að gefa þér ákveðið gott source til að skrifa texta. Einmitt. Skilur mig? 10 dagar. 10 daga og líka bara, eða ef þú ert inni í mörg ár. Herðu, þetta var í Japan? Einmitt. Þetta var abroad. Það var í Japan. Og hvað breytirnir björgunum? Veistu það? Stendur eitthvað það? Já, hann var satt arrested og jailed í Japan fyrir að vera með marijuana og já, þetta var bara á flugvellinum í Japan. Já, hann var bara tekið með þetta. Já, bara beint. Hann bara með þetta á sér. Úpa bói. Það er svona skellur. Tímundur öðru, ég segi Nei, þetta er bara nákvæmlega Djóka, má ekki gera þetta í dag heldur. Nei, alls ekki. Ekki hlusta mig, þú ert að verðast eitthvað. Já, hann var deported til Englands eftir 10 daga eða, 9 daga. Sæll. Það er rosalegt. Já, en ég var að hugsa með tónlistina, skilur. Já. Þegar tónlistamenn sitja inni, þetta hlýtur að gefa þeim bara geggjað source of bara svona hugmyndum fyrir, ef við hugsaum bara íslenska tónlistamann. Svo Bubba, skilur hann er með geggjulög veit nú ekkert hvort hann har satt eitthvað lenginni en hann hefur verið handtekinn, ég veit það en hann er með sum lög sem svona syngja alls konar eins og Syndi feðranna og eitthvað þannig nákvæmlega sem að þú getur
ég veit ekkert hvað hann fekk þann texta ég bara búið til haustum á mér Já. en ef ég væri Bubbi þá myndi ég örugglega segja að ég fengi hann texta þá hugmynda þeim texta úr fangelsi Já. Mér finnst það bara cool. Myndirðu bara, já, segja bara að því bara. Ég segi þú hittir svo margar týpur Nákvæmlega. en já svo ég með annan tónlistamannina Ok, hvað með hann? að Lil Wayne Já. hann náttúrulega satt inni í 8 mánuði fyrir líka sama og Beatlesinn okkar gerði hann Paul McCartney en hann var með Marion á sér Já. líka ólögleg vopn í þess að svona túrbassinum sínum Já. þannig að hann satt inn í 8 mánuði Hann var ekki það mikið. Nei, þessar þetta. stjórnur að slappa svolítið vel sko. Já. Herðu, ég meina stjörnu. Ég veit ekki hvort hver hlýtur að við það. Debbie Ryan. Veistu hver það er? Debbie Ryan. Debbie Ryan? Hún var í Jessie, Sweet Life on Deck, Radio Já, Rebel. jú, þessi. Unstainable. Jú. Hún er búin að vera trending ógeðslega mikið á TikTok út af hvað hún er ógeðslega léleg leikona. Ertu búin að sjá það? Hefur séð. Þetta var svona kannski fyrir svona hálfa ári eða eitthvað. Ég veit alveg hver þetta er. Það var ekki sjúklega mikið að grína henni, sko. Já. Hefur séð eitthvað af þessu? Já, jú, það var að gera grína svip. Já, það var að gera grína svipunum hennar. Já. Fór að kannu lappar og hvernig, já. Við varum ógeðslega fyndið að taka hann fyrir það því að þetta er bara svo fyndið trend sem var. Satt hún inni? Herðu, hún var handtekin fyrir DUI eftir að kless bílið sinn. Þannig að mánuðum seinna var tilkynnt að hún ætti að vera 3 ár á skilorði. En ekki fangelsi. 3 ár á skilorði til mikið. Hann mátti ekki bróta neitt að þér. Nei. Mátti hann alltaf aldrei. En svo líka oftast að gera vinna við. Þú fór bara beint í fangelsi og brýtur að þér og skilorði eða ekki? Jú. Og og stundum þarf að vinna svona samfélagsvinnu skiluru. Svo 3 ruslega eitthvað skiluru. En svo finnir bara svona Disney-stjörnur skiluru. Já, þær verða crazy one day. En já. Svo er líka með svona frægan úlingaleikara. Ok. Jamie Waylett eða Crab úr Harry Potter. Herðu, já. Crab og Goyle eru náttúrulega bestvinni Malfoy. Alveg rétt. Og þetta var svona mjög skrítið fyrir ykkur Harry Potter aðdæmdur eins og ég. Bara þegar maður las bókina. Já. Deathly Hallows sem er mjög eftirminnileg. Númer hvað er hún, veistu það? 7. Ok. Og það er atriðið sem að Malfoy, Crab og Goyle er að berjast við bara Harry, Ron og Hermione í Room of Requirement. Er þetta bara í bókinni? Þetta er í bókinni. Er þetta ekki í myndinni? Ég er að koma að því. Og svo allt í henni er maður að horfa á myndina. Og það er bara engin Crab. Nei, ok. Og þessu eftirminnilega atriðið þá er bara komið annar sem heitir Blaise Zabini sem er annars Slytherin. Já. En hann er ekki að leika skilur Crab, hann er bara að leika annars Slytherin, en hann er að leika í þessu fræga atriði og Crab er bara ekki í seinustu myndinni. Já. Og maður er bara svona, what? Hvað gerði þessu Crab? Og af hverju hann allt í nörn Blaise? Og þú veist, margir sem voru kannski ekki alveg bókaðundir. Já, veist það var bara skipt leikara. Já. Sem var bara alls ekki málið. Það var bara mjög augljóst að það var ekki það. Þau voru ekki að reyna að fá okkur sem leit út eins og Crab eitthvað. Nei, hann lítur alls ekki út eins og hann. Ok. En hann sá satt mjög mikill vandræðagemsi og árið 2011 sem var bara rétt áður myndi kemur 2012 þannig að þetta er bara þá þeim tíma sem var að taka hana upp. En hann var orðin frægur þarna? Hann er ekkert frægur. Nei, en þú veist, hann er búin að leika bara from day one skilur Crab, besta við Malfoy sem er bara, það veit allir hvað Draco Malfoy er. Hann var örgulega með ákveðna frægð í Englandi. Já, virkilega, já, í London, þú veist, það bara, og já, bara, hann mjög frægur skilur, hann er mjög engilegt útlið, maður þekkir hann alveg sem Crab. Einmitt. Já, mjög mikið vandræðagemsi og var dæmdur í 2 ára fangelsi fyrir að taka þátt í London Riot. Já, það sem var tekið á Riot greinilega sem ég hefði ekki hugmynd af. Hann var tekinn með svona heimatilbúna bensínsprengju. Hann var tekið vídeo en samt var hann ekki ákærður fyrir það. Heldur hann ákærður fyrir að taka þátt og vera með þessu vídeóanum með kampæn sem hann var búin að stela. Þannig það var svona heimskulegt. Já, hann var að stela og taka þátt í þessu, hann var handtekinn fyrir það. En hann var samt með þessa sprengju en hann notaði hann ekki. Hann var ekki það var ekki kærður fyrir það. Fyrir það, nei. Sem ég skrítið því að hann held á sprengju. Hann held á sprengju, já. En svo líka bara því að 2009 þá á hann álega meiri svona criminal history, basically. Þannig að þú ert fara núna aftur í tíma. Já. Bara áður þetta gerist. Þannig að fyrir fangelsana þá ákveð þau bara hætta í staðan fyrir að skipta hann út fyrir nýja leikara þá bara skipta þér bara út karakterinum já, bara allir námál fá nýjan besta vinn já.
en þessi hinn samt í skiluru sögunni þannig að en það bara í þessu atriði var þetta mjög skrítið af því að Crab bara átti að vera í þessu en ég var handtekin líka árið 2009 fyrir að rækta gras heima í móður sinni eða marihuana heima í móður sinni Vá Það er erfitt fyrir bara direktorinn að vera að díla við þetta þannig að þetta eru barna Geturðu hagar Já, þetta eru barnaseríur hérna það eru að hagar í svo sett 11 ára og með þeir eru með fólk eins og Emma Watson og eitthvað sem eru bara on top bara englar skilur og líka eins og Tom Felton sem leikur Draco mesti engill sem til oh my god, hann svo fyndinn hann svo fyndinn, hann mesti Hufflepuff sem til hann ekki Slytherin? Ekki Tom, nei, en þú veist Draco náttúrulega Slytherin, en Tom mesti Hufflepuff sem til Hvað myndir þú segja ég væri? Þú, Slytherin Ég mesti Slytherin Þú ert það? Þú segir þessi Gryffindor Nei, ég Slytherin Ég mitt, ok Hvað er þessi Gryffindor? Ég held að vera að fara að koma eitthvað svona ég Gryffindor Nei, ég bara Slytherin and proud sko. Ég bara dark side Það er alltaf svona fólki sem þykir sér alltaf hrein lífinu verið ekki gott eða það segir alltaf Ég bara tengi mest í Slytherin og ég líka bara og þú veist, ég tók Pottermore prófið hennar J.K. Rowling og ég var Slytherin Það til heimur bara á netinu sem þú getur verið bara í Hogwarts Nei, þú náttúrulega ynga veginn horfður á Harry Potter fyrst geta þess ára eða ekki? Jú, í sótkvíinu minni í 2 vikna sótkvíinu þá náði ég að horfa allar Harry Potter Náttúrulega ekki í lagi, bara ég, þú veist, lít allar á þessum vinkonum mína en ég samt elska að þú tengdi við rétt hás Já, ég gerði það, ég veit ég á að vera Slytherin megin Ég var að tjekka hvað þetta riots voru og þetta var út af í rauninni bara mjög svipað og það sem Black Lives Matter stóð fyrir stendur fyrir að Mark Dugan, 29 ára breskur maður var skotinn og drepinn af lögreglunni í Tottenham. Oh my god. Og hann var, þú veist, hann var hann bara drepinn fyrir, þú veist, ekki neitt, skilur. Já, einmitt. Hann var, þú veist, segir að lögreglun hafi reynt að handtaka hann og að þau grunuðu að hann væri kannski að fara að ráðast á þig og þau grunuðu að hann væri með byssu. Það grínast. Það bara eitthvað svona bull, skilur. Þannig já, þessna voru riotsin. En kemur mér óslega mikið óvart að ég man ekki hvað sem leikar heitir í alveg en Crab. Jamie Wailett. Jamie Wailett. Að hann satt inn í 2 ár. Þú veist. En var dæmdur í 2 ára fangilsi. Ég veit ekki alveg hvernig það fór. Já. En hann fór allavega í fangilsi þegar myndina voru, sko. Já. Eins og Jake Paul. Hann var að taka þátt í bara BLM ræðisinu í Bandaríkjunum þar sem að hann var ásamt fólki sem fór inn í verslunarmiðstöð og braust inn Akkur hann ekki alveg mjög mikið í gangi hjá honum núna Jú ekki mikið ákærum og jú, en þú veist, hann ekki búin að fá þannig ákæruna að sitja inni, sko Nei. Sem svona áhugavert, skilur bara breytti tímar, örugglega Já, en samt skrítið með samt finnu skrítið Já, þetta er náttúrulega Bandaríkin og Bretland líka það er náttúrulega líka það er þetta rétt kannski líka var hann, þú veist ég held að sé alveg stundum þannig að stjörnunar eru tekna fyrir stundum hvað er þess að stjörnutrítment og stundum eru að tekna fyrir til að sjó bara sína statement skilur og það var kannski gert með hann Crab skilur þannig að þetta er einhver ungur breskur strákur sem er vissulega mjög frægur í Englandi og þannig er hann tekin fyrir bara til að sanna heyrðu þú veist þetta hefur afleiðingar þótt hann var að standa í runnu uppi fyrir rétta málstæðin Já, algjörlega en áttu náttúrulega bara ekki að stela ykkur úr kampæðinu hann hefði getað sleppt í Já, hann hefði ekki gerð það, sko en svo er það 50 Cent náttúrulega Já Get Rich or Die Trying stjarnan 50, sko, það er enginn eins og 50 Hann var handtekinn áður en var frægur, eða ekki? Jú, áður en var frægur og ég myndi til að segja að hann hefur örugglega byggt mikið af sínum lögum út frá þeirri gistingu fyrir það að sitja inni en hann satt inn í hálft ár Já 94 ára frægur, bara fyrir vörslu, ég held að það sé kalla varsla þau var bara með, þú veist, áður hann var með heroín, kókaín og byssu þetta er ekki góð blanda Nei, alls ekki góð blanda en hann satt inn í hálft ár Já það er svoleiðis og ég man ekki, og var þetta tekið fyrir í myndinni? Ég man það ekki Ég var að hugsa það daginn ég verð að horfa á hún er svo góð, sko hún er svo góð ég elska 50 hvað segir hann aftur við afa sinn hann
I'm a gangster grandpa, I'm proud of it. Það bara svo fyndin. Hann bara, ég held að við sagt þetta áður. Já. En ef þú ert ekki að fylgjast með 50 Cent á Instagram, þá verður að gera það. Þú verður bara að gera það. Þannig náttúrulega bara, ég er ekki sammála öllu sem maður segir, sko. Nei, hann bara... Stundum hlægir maður með honum og stundum af honum. Já, oftast af honum, sko. Oftast af honum. En hann hilarious. Herra, svo með eitt sem kom mér skemmtilega óvart. Hver er það? Kemur þér örugglega líka skemmtilega óvart. Iron Man. Ég Robert Downey Jr. Ég var einmitt að fara að taka hann. Já, Robert Downey Jr. Og vorum að tala að hann og Sarah Jessica Parker voru alltaf saman á einhverjum tímumóti og þau ættu saman að því að hann var ekki á góðum stað. Já. Það var mikið fíkill bara, já. En hann sat einmitt inn í 1 ár fyrir að missa af lyfjaprófi og meðan hann var á svona reynslulaust eða svona probation. Já, ok. Já. Hann satt inn í 1 ára 99. Já, hann breytið á skilunum sínu. Já. Fekk 30 ára dóm, en satt inn í einhverju næstu ár, 200 daga. Já. Og, já. Hann átti sérst að mæta í lyfjapróf. Þú veist, ég held að þegar þú ert á reynslulaust. Af því að hann á að vera í meðferð við gagnvart áfengisneyslu sinni og eitthvað þannig. Þannig að hann breyti eitthvað af sér. Hann var tekið 1996 fyrir að vera með eiturlyf og byssu á sér. Já. Því að hann var stöðað fyrir hraðastur. Einmitt. Og þar fyrir hann á skilorðið og segist alltaf að fara í meðferð. Og fara og mæti í þessi lyfjapróf alltaf, þú veist, x mikið. Missi síðan af einu. Og þá hann bara, einmitt, ákveður, þú veist, þá náttúrulega bara, ef þú brýtur reynslulausnum þeirna, sorry, þá búin að brjóta lögin. Já. Þú ert legin inn, en hann satt inn í tæpla ár. Já, alveg 200 dagar, alveg mikið á með við Hollywood, sko. En samt alveg 200 dagar af 3 árum, það er. Já, vel sloppið. Já, mjög vel sloppið. Mjög vel sloppið. Hvernig er þú með næstu lista? Herðu, Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Ég kann ekki segja nafnið hans. Nei, eftirnafnið, nei. Nei. Og veistu hver það er? Já. Frægur, fyrir mér er hann bara Transformers, skilur. Ég veit ekki hvað hann er fyrir flestum. Ég held að hann var Disney-stjarnan líka, eða ekki? Jú, hann líka bara fyndin. Já. Samfélagsmiðlum. Já. En alltaf leikar í mörgu. Já, leikar ókslega mörgu. En hann er oftur handtekinn. Já, Já, og fyrsta skipti þegar hann var 9 ára var hann tekinn fyrir að stela Nike-skóm. Og svo aftur var hann tekinn fyrir að stela Pokémon og Game Boy. Nei. Já, en það góð smekkur. Já, það er þetta. Good taste. En þegar hann var 20, þá reyndi hann að stinga herbyggisfélaga sinn með eldursnýf. Já, og var settur í fangelsi eftir það í nokkra daga og lýsti í reynslu sinni í fangelsi sem hræðilegri. En endaði samt aftur í fangelsi stuttu seinna fyrir að vera með drykkjulæti og stæla og almanna færi. Oh my god. Og það voru alveg nokkur case sem ég las hann. Hvað ætli að koma til þess að þú reynir að stinga herbyggisfélaginn með bara eldús? Bara hníf, já. Hann er tjöldlega hann farið í döðnar honum. Já, ég held að sé með svona anger issues, sko. Já, það hljómar þannig. Já. Maður er alveg pirra út í fólk en maður aldrei reyndi að stinga þau. Vonandi flestir. Já, vonandi tengja allir þar. Ég er með Mike Tyson. Ok. Já, kemur vissulega ekkert mikið á óvart. Nei, en ég vissi það samt ekki. Nei, ég vissi ekki heldur. En ég held að yrði fyrir einmitt eitthvað bara svona DUI og þannig. Herru, hann var dæmdur fyrir nauðgun. Oh god. Já, og hann dæmdur fyrir nauðgun og afplánaði þar í kjölfarið 3 ára fangelsi. Hann var upprunalega dæmdur í 6 ár og átti síðan að fara 4 ára reynslulausn eftir það. En hann náði að losna eftir 3 ár. Hann heldur því fram enn þann dag í dag að hann hafi verið saklaus að þessum ákærum. Þetta gerur það, þú veist, þetta er hann að fara að segja það. Þú sé hvort það sé rétt eða ekki, en allan að sat hann inn í 3 ár fyrir þetta. Shit. Ég hef ekki hugmynd. Nei, þetta er rosalegt. En ég bjóst við bara eitthvað svona, sko. Lemja eitthvað eða eitthvað. Já, að lemja eitthvað einmitt því hann eiginlega vinnu við það, sko. Já, en basically kannski gera það, en maður veit ekki. Já. En þetta er hræðilegt. Já. En ég hef ekki hugmynd þetta, en þú veist, það veit allir hvað Mike Tyson er, þótt þú fylgist ekki með nefnilega. Kannski er eiginlega fullt af fólki sem vissi að þessu, sko, en ég vissi ekki. Nei, þetta fólk er búin að, þú veist, á alls konar beinagrindur í sínum skápum. Virðist vera. Algjörlega. Hvað þú með næst? Ég er náttúrulega með annars svolítið svona heavy. Ok, takk til það. Bara strax, já, þið erum í heavy moodi. Og bara svona ríoplásturinn af Tommy Lee. Manstu vorum að tala um hann daginn. Nei. Hann sem sagt
giftur Pamela Anderson í sínum tíma. Já. Sá sem að hann einmitt gerði heimabíómyndina sína með. Hann sat inn í 6 mánaða fangelsi árið 98 fyrir líkamsárás og ofbeldi á Pamela Anderson. Oh my god. Já. Þau giftu sérst 95 og skildu svo 98. En hann alltaf skildu þegar þetta gerðist og þegar hann fyrir inn. Hann situr inn í 6 mánuði fyrir þetta. Sem bara ekki nógu mikið tíma. Nei, það ekki neitt. Hann hefði hann bara þakka Guði að hann, ég veit ekki hverjum hann á að þakka, hann átti bara verið lengur í rauninni. Já. En ég vissi að ég hef ekki hugmynd um þetta. Nei. Ég hef ekki að ég hef fylgst mikið með Pamela Anderson, en hún hefur ekkert mikið tjáð sig svona hluti. Ekki svo ég veit þess, sko. Nei. Kannski maður þetta ekki. En þau eiga náttúrulega, að með minni þá eiga þau barn saman. Ætla nú að tjekka á því áður en að fara að segja eitthvað svona. Já, ég ætla ekki að taka fleiri skot. Þannig að ég ætla að tjekka á því. Að minni þá eiga þau barn saman. Já, þau eiga barn saman. Já. Þau hafa 2 syni saman. Þannig að þau allan að þurftu að kóparanda eftir þetta sem eflaust rosalega erfitt. Já. Það er skellulegt. Já. Herru, hver er næsta listi á þér? Ég ekki með svona heavy. Nei, gott. En ég ætla að segja sem komur smá óvart. Christina Aguilera. Ha? Já. Ég er ekki með það. Hún var þetta var 2011. Já. Hún og kærastan var að jamma bara. Eins og maður gerir. Og svo fóru upp í bíl og voru stoppuð á lögreglunni fyrir að keyra svo brjálæðingar. Já. Og hann var tekinn fyrir DUI. Já. Og hún fyrir að vera undir áhrifum á almannafæri. Og hún var tekinn eiginlega bara út af því að þeir treystu henni ekki til að vera bara upp á þessu öryggi. Þannig að hún þurfti að... Veitu, hvernig þá? Þú veist, bara þegar þú ert að stopna þér sjálfur þér í hætti að hún var bara það drukkin. Æ. Þannig að hún var tekinn og látið gist hana fyrir það. Þannig að hún var inni í 1 dag í fangelsi eða nokkra tíma. Já, for her own safety bara. Vá. Ok. Svo tók ég líka okkar konu úr okkar seríu Real Housewives of Beverly Hills, Kim Richards. Jú, herði, já. Fyrir þá sem ekki vita, við getum búið smá tengslanettina fyrir Kim Richards. En við vorum alltaf að tala um Paris Hilton daginn. Mamma hennar heiti Kathy. Kathy og 2 aðra systurs. Kyle og Kim. Það eru 3. Kathy, Kyle og Kim. Þannig að við erum rauninu núna að tala um Kim Richards fyrir þá sem fylgast ekkert með Real Housewives of Beverly Hills. Já, fólk kannski veit ekki hvað það er. Já, sem bara fullkomlega skiljanlegt. Að þá erum við rauninu að tala um litlu systur mömmuna Paris Hilton. Já. Ok, bring it. Ég ætla að tala um, eða því ég tók fyrir hana hún handtekinn fyrir að stela í Target. Já. Og hún var handtekinn fyrir að stela $600 virði af dóti. Ég var ekki barnadót. Jú, ertu búin að sjá myndina af þessu dóti? Nei. Ég ætla að setja það inn. Ok. Þetta er bara alls konar dót. Þetta er svo skrítið. Bara litabækur, skæri, svona barnaskæri. Ógeðslega svona grilla dót sem maður var að taka og tekið mynda henni. Þetta er ekki beint mugshot. En þessi mynd, ég er ekki að hlæja þessu, þetta er bara, ef þú þekkir Kim... Já, þú hlærði að þú þekkir Kim. Já, ef þú þekkir Kim út frá, eins og við náttúrulega þekkjum hann ekki. Nei, þú veist, við erum bara að horfa á Real Housewives, þá veit maður hvernig hún er. Já. Eða sittum við svo myndin inn. Hún er bara með sólgleri og hatt og er bara brosandi. Já, bara eins og sér að taka myndan. Nei, bara svona krútlega skilur. En hún fór bara með kerruna út í gegnum Express. Hún hefur gleymt sér eitthvað. Já, ég held það. Hún hefur gleymt sér eitthvað. Hún er alltaf þannig. Hún fattaði ekki að hún var ekki búin að borga. Já. Það kemur mér ekki. Stútfull af 2 körfur líka við bara. Það kemur ekki óvart með Kim. Nei, hún myndi gleyma því. Nefnilega ekki. Hún er svolítið svona mikið Hufflepuff. Já, mest. Hún er svolítið svona fyriröldi og gleymir hlutum. En var hún ekki undir áhrifum áfengis? Ég held að það hafi verið talað um það. Það var talað um það, sko. Já. Og hún var undir áhrifum og var handtekinn fyrir það fyrir að vera það undir áhrifum á almannafæri. Já, einmitt. En ef við tengjum það þá höldum þessu innan þessar fjölskyldu þá er ég einmitt með, þú veist, þarna voru að tala um litla systir Kathy sem er mamma Paris Hilton en ég er einmitt með hana Paris Hilton. Hana Paris okkar. Hún, þú veist, eins og þegar maður talar, þú veist, því meira og meira sem maður rannsaka svona aðeins aftur í tíman og svona hún var vandrækjum sig, sko. Já. Og ég er ekki að segja, ég skilji fóldrarna að senda hann eitthvað í burtu, við tölum aðeins um það kom fram í heimildamyndinni hana. En það er augljóst að fóldrarnar voru að leita sér eitthvað lausna að því að hún var bara rosaleg. En árið 2007
Þá var hún dæmd í 45 daga fangelsisdóm fyrir brot og skilyrði hennar eftir handtöku á því að vera keyra undir áhrifum. Þannig að hún var sérst á skilyrði út af hún var að keyra undir áhrifum og átt að mæta á einhverja fundi. Já. Ef við hvort það var A-fundir eða eitthvað slíkt. Einmitt. Gerði það ekki og ég held hún hafi verið á MTV Awards. Nei, hætti. Jú, hún var á bara okkurum, hún var bara red carpet og hún var að mæta okkur fund my God. á skilyrði. Gerði það ekki og braut þessuna skilyrði sitt náttúrulega og var því dæmd í 45 daga fangelsi. Hins vegar var hún náttúrulega látin laus og hún fekk náttúrulega fara bara heim til sín eftir einungis 5 daga. Það rosalegt, sko. En það ástæðan fyrir því vegna ótilgreind læknisfræðilegs ástand. Já. Þú veist, Það var bara út af kannilegð illa, eða ekki, eða þú veist. Jú, sem hverjum líður ekki illa í Vanlega fangelsi. einmitt, já. Það bara svona, mér líður svo vel hérna. Það sé enginn þar, sko. Hún er með stórt fólk á baku sig til þess að hjálpa henni að komast út. Fyrir mér öskrar þetta peningar. Já, ég segi það, stórt fólk. Stórt fólk. En hún eittir náttúrulega restinu bara heima hjá sér, eða var hún í svona rehab center eða? Já, hún var, þú veist, eitthvað heima. Skilorðið bara. Já, ég held hún hafi bara einhvern veginn komast upp með þetta þannig, hvort hún hafi verið með svona, í svona heimafangilsi, það getur líka verið. En hún satt allan bara inn í 5 daga. Já, en hún fekk samt endalaust af fanmail til að halda sér company, félagskap. Hann gott, hann leittist ekki elskunni, Já. En þá mitt að vinkonu hennar. Þetta bara, þú veist, hugsa þarna. París átti að vera inn í 45 daga. Já. Fekk að fara heim eftir 5 daga út af læknisfræðilegu ástandi, sem við fáum ekki vita hvað Ok, þá var hann Nicole Ritchie. Já. Svo svona besta vinkonu hennar á þeim tíma. Samstarfsaðilar hennar í Simple Life. Hún var dæmd í 4 daga fangelsi. Ok. Já, fyrir það að keyra undir áhrifum áfengis árið 2007. Simple Life þættinir eru þarna kominir út. Já, þetta er sama ár. Já, það bara, þú veist, einmitt, þar eru þarna. Bara syngaðar. Rosalega syngar, þurfa að gera allt eins. Hún var dæmd í 4 daga fangelsi fyrir að keyra undir áhrifum áfengis árið 2007. Hún satt inni lengi. Hvað? Ykkur klukkutíma? 82 mínútur. Nei! Ekki einu sinni, marga klukkutíma. 82 mínútur af þessum 4 dögum satt hún inni að því að fangilsi var yfirfullt. Og þá voru bara þá litu örugglega við krátið, sá okkur svona pínu litla skvíst bara, pottið ennþá með sólklörun á sér, bara, farðu bara út. En en hún var sérst komin líka 5 mánuði á leið. Það var ólétt sér sagt. Shit, 5 mánuði? Já, það getur alveg hafa spilað inn í og hún hafi verið sendt heim. Ég held samt 5 mánuði setin í 4 daga, þú getur alveg Já. Þetta ekkert. En hún var svo drivið under influence Já, það var áður, það var áður og marð ólétt. Ok, var hún ekki tekin þarna? Nei. Okay. Þegar hún fer þarna til þess að afplána þessum dómi, þá hún komin 5 mánuði á leið. Já, meinar. En eins og maður veit, þá fólk oft handtekið fyrir eitthvað, það tekur óslega langa tíma að komast, fá tíma í þessum réttadómum, bla 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 bla. Nákvæmlega. Allavega þegar hún satt inn í 82 mínútur, þá hún var bara hérna, hún var bara í 4 daga og svo bara, bara 82 mínútur bara búið. Já, bara búið. Nice. Hún slapp gríðarlega vel. Já, ég segja það. En þetta var listi minn. Já, listi minn líka búinn. Er listin líka búinn? Já, svo er náttúrulega margir fleiri sem hafa sittið inni sem maður þekkir. Já. Sem maður veit til eins og O.J. Simpson, en það er náttúrulega bara allt annað málefni. Allt annað málefni. Og við ræðum það seinna í öðruvísi toppi. Já. En jú, ég held að séu mikið fleiri og það er margir sem að við þekktum ekki til þú veist nöfnin, þannig að það eru margir sem að kveikja á okkur sem segja, hei, þessu var ekki á þessum lista. Já, nákvæmlega. Já, þetta er bara það sem við viljum taka fyrir, það sem okkur varst áhugavert og skemmtilegt. Já, og skemmtilegt bara. Já, bara áhugavert í rauninni, bara kom okkur óvart og bara skrítið skemmtilegt fyndi stundum. Nákvæmlega. En það er vissulega hægt að segja það að keyra undir áhrifum sé algengasta orsökin. Skattar, svíkjandi skatti, það er svona númer 2. Já, og fullur almannafæri. Fullur almannafæri. Það er alltaf mikið af því. Já, við náttúrulega tölum ekki við getum alltaf tekið það Chloe satt inni. Já, Chloe náttúrulega. En það var líka fyrir, en maður heldur bara hvernig allir vita, þegar maður fylgist með Keep Me Up þá heldur maður bara svona allir vita það hvað sem er. Já. Þannig að það er kannski eitthvað sem kom ekki til öllum mikið óvart. Nákvæmlega.
En þetta voru svona þessar stjörnur sem hafa setið inn eða verið handteknar. Já. Þetta er áhugavert. Við höfum aldrei gert þetta. Nei, þetta var mjög áhugavert. Við höfum aldrei setið inn í fangelsi. Nei. Er ég að meina? Já, nei, við ætlum ekki að gera það. Nei, kannski til tilrauna. Já. Skilur? Búa til eitthvað fangelsi þá. Já. Þess myndir vilja fara bara inn í venjulegt fangelsi Ég vil til að testa það. Og er það bara hægt til það? Nei. Póttið ekki hægt. Þú varst basically í fangelsi í 5 daga og vorum að ræða það. Þú varst í sótkví. Já, og viltu gera það aftur? Nei. Ég hætti við. Nei, Þú fékkst að pröfa það í 5 daga. Já, nei, ég bara tala um þú veist svo ég verði til að vera flugveggana. Já. Ég myndi vera fluga, skilur. Ég myndi velja mér að vera þarna. Einmitt. Og í Hvítahúsinu. Eins og Robert Downey Jr. segir, þú ert ekki eins safe á neinum stað ef þú ert með góðan selli, þar að segja, eða svona herbergisfélaga. Já. Hann sagði bara þegar hurðarnar lokuðu, varst inn í kljáunum, mér leiði bara eins og það var bara safest place on earth. Vá, hvað það sem spes. Já. Ég myndi nefnilega pottið ekki liða þannig. Nei, ég myndi på innlögnarkennd. Já, og líka bara, þú veist, hvað gerði sá sem að setja fyrir ofa, eða sem að setja fyrir ofa Hann sagði mitt, ef þú ert með góðan sem er, þú veist, herbergisfélaga, já, er hans ekki einhver hræðileg maður sem hann var með. Svo fer það eflaust líka rosalega mikið eftir í hvað land þú ert í. Algjörlega. Hvaða fangelsi líka bara. Hvaða fangelsi ert í. Já. Og svona hvítflipa fangelsi. Ég held að þú sést ekki mikil hættu þar, sko. Nei, nákvæmlega. Sem er bara svona, það er allan á Íslandi svona sér hvítflipa fangelsi. Ég veit ekki hvort það sé í öllum löndum þannig. Að því ég var alveg heyrt eins og Martha Stewart. Hún satt inni bara í venjuleg fangelsi, sko. Já. Fyrir skattsvik. En samt það var ekki þú veist, hvað heitir þetta? High security, eða svona, já, ég skilði. Svona venjulegt, almennt. En En já, hún fór mjög venjulegt fangelsi. Hún fór mjög, já. Þú veist, náttúrulega, hvað heita þættinir? Orange is the New Black, það var byggt á henni. Þannig ein konan sem kom. Konan sem kom inn, já. En hún sann segir að það var ekkert á með hennar reynslu, sko. Nei, hún segir að sín reynslu hafi verið verri, sko. Já. Og líka því að hún og Snoop Dogg fóru náttúrulega að vinna saman. Og þegar þau voru, þú veist, þau voru í einhverjum þáttum saman og svona og gaf út kokkabók saman, þú veist, bara eitthvað svona grillskilur, mjög fyndi að vera með Snoop Dogg og svo Martha Stewart. Já, skemmtilegt kombo. Já, ógeðslega skemmtilegt kombo. Og hún sagði, já, svona eina sem við áttum sameiginlegt þegar við byrjum að vinna saman er að við bæðum setið. Já, gott. Það er mjög fyndi. Já. En svona, takk kærlega fyrir samveruna. Takk sem leiðis. Og tebollan. Ég hlakka til næsta málefnis og enn og aftur eins og við sögum í síðasta þætti þá styttist í fyrsta gest. Já. Sjáumst á næsta? Nei. Sjáumst á 5. daginn. Sjáumst á 5. daginn.